Vinir og óvinir Ísraels fordæma árásir á skóla á Gaza í morgun þar sem tæplega 100 voru drepin. Semja verði vopnahlé strax. Kona frá Venesúela óttast þau örlög sem bíða hennar verði hún send aftur til heimalands síns. Formaður allsherjar- og menntamálanefndar segir fólk á flótta ekki endur sent til landa þar sem lífi þeirra á limum sé ógnað. Foreldrar nýfædds drengs sem lifði naumlega af öndunarstopp segja nauðsynlegt að hafa þyrlu til taks á Norðurlandi. Þyrla sótti drenginn í sjúkrabíl á leið til Akureyrar og stytti þannig ferðatímann umtalsvert. Gleðigangan stóð sannarlega undir nafni í dag. Þar fagnaði fólk fjölbreytileikanum hvert á sinn hátt. Fólk þyrptist í miðbæinn til að sýna samstöðu. Heill útsýnispallur tonna þyngd var hífður með þyrlu upp að Dynjandisfossi í vikunni. Þetta var ein af 240 ferðum með byggingarefni og biðin eftir hentugu veðri var orðin löng. Gott kvöld. Tæplega 100 létust í árás á skóla á Gaza í morgun. Ísraelski herinn segir að í þeim hópi hafi verið 19 liðsmenn Hamas og íslamskra heilags stríðs. Árásin hefur víða verið fordæmd. Enn einn borin til grafar á Gaza. Ísraels vefengir hve margir eru látnir og segir að árásinni hafi verið beint að Hamasmönnum sem höfðu komið sér upp bækistöð í Al-Tabin skólanum. Því neitar Hamas. Svona hefur það verið í þessu stríði sem engum tekst að stöðva. 6.000 manns á flótta höfðu leitað sér skjóls í skólanum. Líkt á nánast allir skólar á Gaza hafa þúsundir flóttamanna flúið þangað. Fram til 7. júlí höfðu 477 skólar á Gaza að 564 orðið fyrir árásum samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunum. Leit þessara kvenna að ástvinu sínum í morgun bar ekki árangur. Skólinn var eins og vígvöllur. Talsmaður Al-Ali sjúkrahússins segir að 35 lík hafi verið það illa brennt eða sundur tætt eða ekki var hægt að bera kennsl á hinn látnu. الرسالة اللي لازم توصل للعالم عالم مبنج عالم مش متحرك انه لايمتى بدها تضل الحرب لايمتى اسرائيل بدها تضل تمارس سياسة الاجرام والذبح والقتل والعالم بتفرج. Tamer Kirolos, svæðisstjóri samtakana Save the Children, segir átakanlegt að börn og fólk í skólanum hafi hlotið þessi örlög þegar það var við bænahald í morgun. Hann segir að 40% þeirra sem hafi verið drepin í innrásinni á Gaza séu börn. Á síðasta halva mánuði hafa verið gerðar árásir á að minnstakosti 10 skóla. Árásin í morgun hefur víða vakið hörð viðbrögð. Francesca Albanese, sérstakur erindreki í Sameinuðu þjóðanna í Palestínu, harðorð í færslu á samskiptaforritinu X. Í stærstu og ömurlegustu flóttamannabúðum á 21. öldinni Ísrael að útrýma Palestínumönnum hverfi eftir hverfi, skóla eftir skóla, flóttamannabúðir eftir flóttamannabúðir með bandarískum og evrópskum vopnum mitt í afskiptaleysi allra siðmenntaða þjóða. Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra Ísraels, sagði í vikunni að hungursneyðin á Gaza væri réttlætanleg og siðferðileg svo lengi sem ísraelskir gíslar væru í haldi Hamas. The High Commissioner is shocked and appalled by the words of Minister Smotrich, according to whom letting 2 million Palestinians in Gaza starve to death could be justified and moral in order to free hostages. He condemns these words in the strongest terms, which also incite hatred against innocent civilians. The starvation of civilians as a method of warfare is a war crime. Kona frá Venesúela sem hefur verið synjað alþjóðlega vernd hér á landi segir að sín bíði fangelsisvist fyrir föðurlandssvik verði hún sendur aftur til heimalands síns. Mikil ólga hefur verið í Venesúela frá því í lok júlí þegar endurkjöri Nicolás Maduro forseta var lýst. Mörg hundruð manns frá Venesúela sem sótt hafa alþjóðlega vernd á Íslandi bíða ýmist brottflutnings eða úrskurða í málum sínum. Betsy ein þeirra. Actualmente, después de las elecciones del 28 de julio, donde hubo un fraude electoral,
se encuentra Nicolás Maduro en el poder. Él ha decretado protestas, detenciones, muertes, desapariciones de muchas personas que han protestado o que se han levantado ante el régimen de Maduro. Tíma fengu umsækjendur frá Venesúela sjálfkrafa viðbótarvernd hér vegna ástands í heimalandinu. En Útlendingastofnun hefur nú í rúmt ár metið ástandið þar nógu öruggt til að synja þaðan umsóknum. Betsy segir ástandið hafa breyst mikið í kjölfarkosningana og mótmælana sem þeim hafa fylgt. Hún hefur þegar fengið synjun og á bókaðan fund yfirvofandi brottflutning í næstu viku. Que no hay forma legal de yo apelar de nuevo o de meter otro caso porque ya Islandia no lo permite. Para Islandia, Venezuela está bien actualmente. Hún hrædd við að vera send aftur tilbaka og óttast afleiðingarnar sem það geti haft fyrir fjölskyldu hennar að tjá sig við fjölmiðla. Yo para Nicolás Maduro soy una traidora a la patria, una traidora a Venezuela. Apenas yo llegue a Maiquetía, lo más seguro es que estén los guardias, como ya han hecho con varias personas, e iré presa o tal vez me desaparezcan. También arremeterían contra mi familia, que los tengo allá todavía. Y actualmente tengo miedo de salir aquí porque está peligrando mi familia, pero no me importa. Samkvæmt heimildum fréttastofu verða tugir frá Venesúela fluttir úr landi með flugi í kvöld. Betsy vill að brottflutningurinn verði stöðvaður. Y necesitamos que eso cambie porque nuestras vidas corren peligro y no hablo solo por mí, hablo por todos los refugiados que estamos aquí. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, sagði í samtali við fréttastofu í dag að ástand í öllum þeim löndum sem umsækjendur alþjóðlega vernd komi frá sé stöðugt metið hjá Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála. Bryndís Haraldsdóttir, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, segist treysta þessu mati Útlendingastofnunar en breytt ástand í ríkinu geti leitt til þess að mat þeirra breytist. Hún á vona því að málið komi inn á borð nefndarinnar í haust. Já, ég gerir ráð fyrir því að þetta mál verði tekið fyrir þar að segja ástandi í Venezuela og bara almennt hver staðan í þessum málaflokki hjá okkur og við munum þá kalla eftir þeim upplýsingum sem nefndamenn telja rétt að við þurfum á að halda. Samkvæmt lögum, bæði íslenskum lögum og alþjóðasáttmálum, þá má ekki senda flóttamenn aftur í aðstæður sem að taldar eru ógna öryggi og lífi þeirra. Þannig að ef að mat alþjóðastofnana verður þannig, þá auðvitað mun það hafa áhrif. Og fólk ekki sent aftur í hættu ástand þar sem líf og limir þeirra væru í hættu. Það gæti hafa orðið 4 daga gömlum dreng til lífs að þyrla Landhelgisgæslunnar var á Akureyri verslunarmannahelgina. Hann hætti skyndilega anda, var byrjaður að blána í sjúkrabíl á leið til Akureyrar og móðir hans segir tímann hafa staðið í stað. Ljósmæðurinn kemur hérna í heimavitjun og bara að vigta hann og vorum að tala það hvað hann væri sterkur og hraustur og svo gef ég honum bara brjóst og láta hann ropa þá sér ljósmæðurinn að hann svona limpast eftir að linast allur í höndunum á mér. Þannig hún tekur hann og þá hann bara, það engin viðbrögð. Ljósmóðurinn kallaði til sjúkrabíl og ljóst var að koma þyrfti drengnum móðunni Ingva sem fyrst á sjúkrahúsið á Akureyri. En þangað 120 kílómetrar verslunarmannahelgi í mikilli umferð. Pabbi drengsins var ekki heima og þurfti að koma á eigin bíl á eftir. En Súsanna fór í sjúkrabílinn ásamt ljósmóðurinni og fannst tíminn standa í stað. Bara að horfa á hann alveg líflausan, og hún var bara svona að nutta hann og koma í honum einhvern veginn, eða halda honum einhvern veginn. En það var engin viðbrögð, hann var snjóhvítur með bláa putta og augnlok og munn eða varir. Einhvern veginn, já, ég var stanslaust að spyrja hvort hún væri dáin, Þegar ég fæ símtal frá henni og hún segir bara að hann haldi hann sé að deyja, Og ég bið hann að skella á mig og vera bara með honum, ef þetta væri hans síðasta stund, Þyrla Landhelgisgæslunnar sem var á Akureyri vegna verslunarmannahelgarinnar var send á móti sjúkrabílnum og sótti drenginn á Öxnadalsheiðina. Þyrluferðin tekur 5 til 7 mínútur en framundan var hálftíma ferð í sjúkrabílnum. Þeir opna sjúkrabílinn, þá grætur hann, þá öskrar hann, veit ekki hvað var, við sáum einhver lífsmörk. Bara besta tilfinningin að heyra hann gráta, en maður var samt líka mjög hræddur. Barnalæknir tók við drengnum í þyrlunni sem braggaðist fljótt við komuna á sjúkrahúsið. Drengurinn greindist með COVID en veirusýkingar geta valdið öndunarstoppi á nýburum. Óðinn Ingvi var útskrifaður 4 dögum síðar og hraustur og heilbrigður.
Foreldrar hans segja þeirra reynslu eitt margra dæma að nauðsynlegt sé að hafa þyrlu til taks á Norðurlandi. Þetta bara skiptir sköpum, þú veist, og þetta bjargar mannslífum og mínútur skipta máli hvað þá klukkutíma, sko. Og það sem var gert í þyrlunum hefði ekki verið gert í sjúkrabílum. Aðalhetjan í þessari sögu er ljósmóðurinn okkar, sko. Og það er hún sem þú veist, kletturinn í þessu og gefur sig alla fram í að halda í honum lífi og ég verð þeim öllum sem að koma að og henni sérstaklega ævinlega þakklátur, sko. Finnst ykkur svona þessi lífsreynsla að hafa breytt ykkur eitthvað? Það bara hefur tekið lífinu svolítið sem sjálfsögðum hlut. Já. Og bara litlu mómentin skipta svo miklu meira máli eftir svona heldur en áður, sko. Og það skiptir ekkert meira máli en börnunum. Og að njóta tíma með þeim, sko. Við fórum aftur til útlanda. Bardagar halda áfram í vesturhluta Kursk héraðs í Rússlandi. 5 dagar eru síðan 1000 úkraínskir hermenn réðust yfir landamærin. Rússar hafa flutt tugi þúsunda frá átakasvæðunum. Vladimir Putin Rússlandsforseti boðaði til aukafundar í öryggisráði Rússlands í gær. Hann sagður æfur af reiði þar sem ekki var hlustað á varnaðarorð áform Úkraínumanna. Ljóst að mannfall mikið. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir að 280 úkraínskir hermenn hafi verið felldir síðasta sólarhringinn. Úkraínumenn segjast hafa drepið rúmlega 1100 Rússa í gær. Rússar hófu liðsflutninga til 3 landamærahéraða í morgun, Belgorod, Bryansk og Kursk. Þar hafði neyðarástandi verið lýst yfir. Rússneska fréttastofan TASS hefur eftir heimildarmanni að meira en 76.000 íbúar hafi verið fluttir frá bæjum og borgum sem óttast þegar украинский herinn á sitt vald. Организаторам, которые организовали такое мероприятие, нас вывозят, потому что это очень, конечно, такая сейчас у нас ситуация, очень сложно. Ukrainski herinn sagður hafa komist 20 kílómetra inn í Kursk hérað í stærstu sókn sinni inn í Rússland frá innrás Rússa í Úkraínu í febrúar 2022. Úkraínsk stjórnvöld verjast allra frétta af aðgerðum sínum líkt og þau gerðu í gagnssókn í Kharkiv fyrir 2 árum. Zelenski forseti þakkaði þeim fyrir að hreykja rússneska hermenn á flótta í ávarpi til þjóðarinnar í gærkvöld. Беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей з російського полону. Це надзвичайно важливо. Та за минулі 3 доби особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз в російській неволі. Líkur á kvikuhlaupi eða eldgosi aukast enn á Reykjanesskaga. Skjálftavirkni hefur aukist jafnt og þétt við kvikuganginn undir Svartsengi. Þó hefur Veðurstofa ekki fundið önnur merki aflögun enn sem komið Smáskjálftahrina mældist við kvikuganginum klukkan 7 í morgun. Að öðru leyti hefur staðan verið svipuð og síðustu 2 sólarhringa. Fjöldi fólks kom saman í miðbæ Reykjavíkur í dag vegna gleðigöngu hinsegin daga. Hver glæsivagninn á fætur öðrum ók frá Hallgrímskirkju niður í Hljómskálagarð þar sem að dagskráin hélt áfram fram eftir degi. Hvað þú að gera núna? Ég bara að hjálpa til að undirbúa einn vagn fyrir gönguna á eftir. Eitthvað þema á þessu vagni eða? Já, eins og sést að kannski þá er Palestínu þema. Við erum í litum palestínska fánan. Þetta dráttarbeisli fyrir okkur hrossin sem draugum vagnin. Já, þið eru að fara að draga þennan vagn? Já, við erum 2 að fara að draga hann. Ég saumaði þetta síðustu 2 vikurnar, tók við frí úr vinnunni fyrir þetta, 120 fokkin klukkutímar í saumaskap. Saumaölum minn gafst upp halva leið í gegn. Við erum tiltölulega nýgiftir, við erum ekki búin að halda brúðarveisluna ennþá við gerum kannski næsta sumar, en við ætlum að þjóðstarta. Þetta sem sagt brúðarterta, brúðartertan okkar. Þetta skírskotun í fyrstu réttindin sem okkur áskotaðist í kringum 1996 þegar við fengum að ganga í staðfesta samvist. Já, við erum öldungadeildin, ef við köllum okkur það, og erum með skrifum bara regnboginn dofnar ekki með árunum
Þannig að við höldum áfram að vera hinsegin og valla við hana þó við eldustum. Bara tilbúin í þetta, tilbúin að byrja stuði og bara ógeðslega spennt. Við ætlum að vera inn allan dag niður í bæ. Og þá er komið að því sem öll hér hafa beðið eftir, að gleðigangan fari af stað. Ég veit það ekki. Veistu það ekki? Nei. Veistu hvaða hátíð er? Já. Já. Og vitið þið af hverju skrúðgangan er? Út af því að við erum að fagna hinsegin dögunum. Einmitt. Og vitið þið eitthvað af hverju við fögnum þeim? Veit ég af hverju. Þannig að allir megi að vera eins og þeir eru. Eftir 1,5 klukkustund af göngu var hópurinn saman kominn í Hljómskálagarðinum. Og þar flutti forseti Íslands ávarp. Líkt og oft áður var hún með slæðu hálsinn, en nú í regnbogalitónum. En staðreyndin er sú að þessi stórkostlega stund hér og nú væri ekki veruleiki okkar allra nema vegna hugrekkis og þrotlausrar vinnu óteljandi einstaklinga. Takk fyrir hana. En þessari vinnu er ekki nándar nærri lokið. Lifi ástin, gleðilega hinsegin daga. Takk fyrir mig. Hafi gaman, lifi gleðin. Kamala Harris mælist með meira fylgi en Donald Trump í Michigan, Pennsylvania og Wisconsin í nýrri könnun New York Times. Ríkin þrjú eru talin ráða miklum hvort Trump eða Harris hafi betur í forsetakosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Í næstum ár mældist Trump með jafnmikið eða meira fylgi en Joe Biden forseti sem tilkynnti í síðasta mánuði að hann yrði ekki í framboði. Trump hélt uppteknum hætti á kosningafundi í Montana í gær og skaut föstum skotum á Harris. We're going to evict crazy Kamala. Do you know, ever hear of Kamala? Radical left. Radical left. Well, she has a couple of things that a lot of people from Montana would like she wants to take away your guns. You like that, right? Þyrla fór á 300 ferðir í vikunni upp að Dynjandisfossi með möl, grúsarefni og útsýnispall sem tonna þyngd. Dynjandi vinsæll viðkomustaður en fyrst nýlega varð almenningi fært að heimsækja fossinn allan ársins hring. Aðalverkefni voru stálpallarnir sem einn kemur út af brún og svo átti að vera annar stór upp á næsta svæði fyrir ofan. En bara út af aðstæður sem kom upp í vetur þá þurftum við að fresta öðrum pallinum. Með tilkomu Dýrafjarðargangana árið 2020 var hægt að skoða Dynjanda árið kring. Það því ekki mikið vitað hvernig fossinn hegðar sér á veturna. Endurskoða varð áætlanir efsta pallin þegar járnbentar steypufestingar bognuðu og margra tonna þungir klettar fóru á flug í miklum jakarhlaupum í vetur. Dynjandi í umsjón Umhverfisstofnunar en innviðasjóður fjármagnar framkvæmdindar. Hvað pallurinn sem kemur hérna þungur? Hann tonnið, þannig að þyrlan svona rétt ræði við hann. En hann var hannaður miðað við það að vera fluttur hérna með þyrlu. Þið stressaðir við að fá hann hingað upp? Nei, þetta venst ótrúlega fljótt að vinna í kringum þyrluna. Ótrúlega mikli fagmenn á þyrlunni. Þá pallurinn kominn á sinn stað. Hann tonna þyngd og þetta var vandasamasta ferðin fyrir þyrluna sem þarf að fara 240 ferðir með ýmiss konar efni fyrir framkvæmdirnar. Veðrið í sumar hefur sett strik í reikningin því verktakarnir hafa beðið 3 vikur eftir veðurglugga til að koma möl, grús og byggingarefnum upp hlíðina við fossinn. Spáin þurfti að sýna 3 til 4 góða daga í röð til að hægt væri að hefjast handa. En þeir að vinna þetta með þetta í þétta dagskrá eða hvað? Já, við þurfum að vera alls snöggir að þessu. Þeir eru búin að taka hringinn með pókan og það verið 5 mínútur fara þetta fram og tilbaka sem að telst bara helviti góðu tími. Veðrið á morgun verður suðaustlæg átt ríkjandi á landinu og vindur fremur hægur. Reikna má með skúrum víða land og þá sérstaklega inn til landsins. Eins og spár standa
Fara lagði svo að gerast nærgöngulli eftir helgi með tilheyrandi votviðri og hvassviðri á köflum. Theodór Freyr Hervarsson er veðurfræðingur kvöldsins. Hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum þar sem að Kristjana Arnarsdóttir stendur vaktina í kvöld. Það var nóg að vera á þessum næst síðasta keppnisdegi Ólympíuleikanna. Noregur undir stjórn Þóris Hergeirssonar varð ólympíumeistari kvenna í handbolta í dag. 16. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta lauk í dag. Blikar minnkuðu forskot Vals á toppnum í 1 stig. Og hinn árlegi leikur samfélagsgjöldin var spilaður á Wembley í Lundúnum. Þar mættust Manchester United og Manchester City. Helstu fréttirnar hjá okkur í kvöld. Vinir og óvinir Ísraels fordæma árásir á skóla á Gaza í morgun. Það sem að tæplega 100 voru drepin. Semja verði vopnahlé strax. Kona frá Venezuela óttast þau örlög sem bíða hennar verði hún send aftur til heimalands síns. Formaður allsherjar og menntamálanefndar segir að fólk á flótta ekki endursent til landa þar sem lífið þeirra og limum sé ógnað. Foreldrar nýfædds barns drengs sem að lifði naumlega af öndunarstopp segja nauðsynlegt að hafa þyrlu til taks á Norðurlandi. Þyrlan sótti drenginn í sjúkrabíl á leið til Akureyrar og stytti þannig ferðatímann umtalsvert. Gleðigangan stóð sannarlega undir nafni í dag. Þar fagnaði fólk fjölbreytileikanum hvert á sinn hátt. Fólk þyrptist í miðbæinn í Reykjavík til þess að sýna samstöðu. Útsýnispallur tonna þyngd var hífður með þyrlu upp að Dynjandisfossi í vikunni. Þetta var ein af 240 ferðum með byggingarefni og biðin eftir hentugu veðri var orðin löng. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatími okkar er í útvarpinu klukkan 10 en eins og þið vitið að þá má alltaf finna nýjustu fréttir okkar á vefnum ruv.is. Við kveðjum í kvöld með myndum sem að Sturla Skúlason tók í vikunni af býflugum við iðju sína í húsagarði í Hafnarfirði. Njótið helgarinnar og verið sæl. From the colony and they won't let me in, so I left the hive. They took away all my straps and broke off